5, 4, 3, 2, 1. Trölladráp! Litla ananmaður! Mundi, góða strákur! Já, góðan daginn gott fólk og verið velkomin hér í Arena heimavöll rafíþrótta á Íslandi. Markus heiti ég, a.k.a. Fenrir, og með mér er hér Þráinn, a.k.a. Rottweiler. Þú blessaði Þráinn. Sælinn, hvað segist? Heyrðu, ég er bara ferskur og ánægður með að við fáum að lýsa þessum æsi spennandi leikjum sem eru framöndan hjá okkur í kvöld. Við sem sagt byrjum núna klukkan 6 á leik Kartöflur, eða Fylkir Kartöflur, á móti Hrútum Academy, glænýtt lið í almenna bikarnum hérna hjá okkur. Síðan á eftir honum klukkan 8 í kvöld þá byrjar leikur Exi eSports og Silfur Mosfellsbæjar. Þú náttúrulega þekkir Silfur rosalega vel Þráinn, verandi fyrrverandi leikmaður liðsins og svoleiðis og við erum alveg spenntir fyrir þeim leikartæki. Jú, það er ákveðin spenning fyrir honum. Heldur betur. Ég náttúrulega þekki Exi rosalega vel sjálfur og gaman að segja fyrir því að ég lýsti náttúrulega seinasta leik hjá þeim og það var æsi spennandi leikur á milli Exi og Tröll. Já, ég var í honum leik. Nákvæmlega. Áður en við síðan förum inn í leiki kvöldsins og svoleiðis, þá er kannski gaman að ræða eins um liðin og uppstillinguna og hvernig þau gætu unnið með þetta svolítið í kvöld. Já. Nú vitum við að fyrir leiku kvöldsins er Fylkir Kartöflur á móti Hrútum Academy. Okay. Hrútar Academy eru náttúrulega nýtt lið í þessum keppnum og Fylkir eru nú aðeins reyndari á þessu sviði. Það er spurning, vilt þú kannski fara aðeins út í hvernig lið Fylkis lítur út? Já, það er Tank Endertat. Það er miðin engin off-tank í kvöld hjá þeim. Ég held að það sé Guttix. Já, hann ringrar hjá þeim í kvöld. Já. Síðan er það DPS-anið, það er FES 05 og Eiddi. Síðan er það supportanið, það er Brinkilius og Green Kachu. Það er gaman að segja að Green Kachu, hann er glæni leikmaður hjá þeim. Og hann er náttúrulega bara Annabrik Sen-playð sem ég finnst. Það er skemmtilegt. Það er skemmtilegt, sko. Og er ekki oft sem þú sérðið með leikmenn vinna svona með bæði, þú veist, main support og off support og svoleiðis. Já, þannig að þú veist, þá verður gaman að sjá hann spila núna í kvöld. Einmitt. Flott um það, en síðan er það Hrútar Academy sem eru andstæðingar þeirra í kvöld. Já. Og eins og við sögðum áðan að þetta er náttúrulega glænýtt lið. Já. Og eru ekki búnir að spila saman jafn lengi kannski og flest liði í þessari deild. En þeirra byrjunlið lítur þannig út að á tankrólinu verður þetta sem sagt Gods og Einar M á tank. DPS-ernir þeirra í dag verða Vinest og Chris þar sem að 2 leikmenn í upprunalega Academy-liðinu komast ekki. Já. Og alveg eins á support að þar verðum við ekki með Brúnar eins og ég hélt fyrst. Já. Heldur verður Gummi sem er í aðalliði Hrútum að koma inn á support hjá þeim. Já, er hann ekki DPS-play eða? Jú, hann er DPS einmitt í aðalliðinu. Já. Síðan er það þannig að mínu mati eitt mest spennandi leikmaðurinn í þessari opnudeild. Það er Shocked Ovi sem er þarna support player hjá Hrútum Academy. Já. Vel þekktur fyrir að vera Lucio-spilari en gaman að segja frá því að á meða við svona tölvuleikja spilunar aðstöðuna sem hann hefur hjá sér, að þá er hann bara að lofa rosalega góður. Ég gæti búist við miklu frá honum í leikum í kvöld og mæli eindregið með því að fólk fylgir svolítið með honum. Já, ég held að það er spennandi sem hann að spila, sko. Einmitt, en við náttúrulega komum inn á það, þannig að þetta er splunkunýtt lið hjá Hrútum, en það er ekki svoleiðis hjá Fylki. Þeir eru náttúrulega búin að vera frá stofnun og eru náttúrulega með frábæran þjálfara á bak við sig. Já, Elmæstad og Óskar. Nákvæmlega, sem hefur hjálpað þeim væntanlega að vinna í sínum leik og hvernig þeir ætla að stilla þessu upp. Það er spurning, sko, heldur það að sé eitthvað svona sérstakt sem að Fylkir vil gera frekar en annað? Ég veit allavega að þið er mjög mikið að spila Lush. Einmitt. Þannig að ég held að þau munu púlla það í svona flestum möppum, en leið og Academy-liðið hjá Hrútum, þú veist,
Gibby eða, þú veist, einmitt, bara eitthvað til þess að countera það já, svoleiðis. þú veist, þá þau það að svissa eitthvað upp, þú veist, Nákvæmlega. enda getið þau örugglega að spila Monkey. Einmitt. Já, ég held þetta sé svolítið rétt hjá þér, sko, að Endertat er náttúrulega frábær maintankspilari og vel Algjörlega, þekktur sko. fyrir að spila Monkey og Reinhardt og svoleiðis. Það er spurning, sko, hvort þeir vilja, eins og þú segir með Grinkatsu, að hann sé vanur að spila Brigga Sen, hvort þeir vilja vinna með Önu með Brigga Sen og kannski fara Monkey í staðinn fyrir að vinna með bara klassíska rushið sem þeir Já. eru náttúrulega svo góðir á. En eins og ég segi, þú veist, maður veit náttúrulega ekkert við hverju maður á að búast við af Hrútum Academy. Nei, Þeir náttúrulega áttu erfiðan fyrsta leik þarna, þar sem þeir töpuðu, já, móti Musteri. einmitt. En eins og ég segi, það er náttúrulega bara á móti öðru svona veteran liði í þessari opnudeild. Musteri er náttúrulega bara, þú veist, búið að vera í þessari deild frá stofnun, þú veist, þeir eru með frábæra leikmennina sinna raða og það kemur ekkert á óvart þegar nýlið svona ströggla allavega í fyrstu umferð á móti kannski svona reyndari andstæðingum. Já. En eins og ég segi, þú veist, maður veit aldrei við hverju maður á að búast. Þú veist, það hefur sést í þessari keppni að liðið er að koma vel á óvart í þessum leikjum. Þú veist, við sáum það bara í leiknum hjá ykkur einmitt bara, þú veist, Exi á móti Tröllum, Já. þú veist, Bölvun á móti Hrútum, þú veist, svona leikir. Já. Liðið eru bara að spila miklu betur en áttu von á og það er bara frábært að sjá einmitt lið sem að margir hafa kannski verið að vanmeta, komið einmitt með svona flotta frammistöðu og eiga séns í flest liðin í sinni deild. Já, ég er mjög samanlega, sko. En það ekki. En já, fyrsti leikur okkar verður þá sem sagt Fylkir á móti Hrútum Academy. Fyrsta mapp núna verður Nepal, er það ekki? Jú, Og ég held það. ég er frekar viss að það verði Nepal sem verði fyrsta mapp. Og gaman að segja fyrir því að Ilios var náttúrulega fyrsta mapp í fyrstu umferð, Fyrst ennfæði í hann. en það verður Nepal núna. Heldur að hvort liðið heldur að hafi smá advantage á því að spila á Nepal upp á Teamcom sem þeir gætu unnið með eða svoleiðis? Ég held að það væri liðið sem geti örugglega að spila ball. Já, Því að ball er mjög sterkir á þessu mappi. Þú Einmitt. veist, það er miklu náttúrulega, þú veist, bara flenkarnir eru mjög sterkir í þessu mappi. Þú veist, Nákvæmlega. Tracy til dæmis er mjög sterk, hún getur flenkað hana hægðan veginn, það sem ekkaðin er. Já, þetta er náttúrulega rosalega opið mapp og svoleiðis Já. og mikið af svona angul sem að flankar að geta tekið til þess að reyna svona svolítið að trufla það sem að hitliðið ætlar að gera. Já, þannig að ég held að sé bara eiginlega sterkasta liðið sem getur eyðilagt baklínuna sem væri mjög góð í þessum möppum. Einmitt. Ég held að þetta sé svolítið rétt hjá þér að horfa á þetta þannig að ball gæti verið svolítið svona deciding faktor fyrir liðin á allavega Nepal til þess að byrja með. Já, Síðan alltaf veit maður aldrei hvað liðin velja þegar þau tapa og fá að velja mapp. En eins og þú segir, á Nepal, jú, ef þau vinna með ball svona til þess að byrja með, þú veist, þá ertu náttúrulega komið með yfirhöndun og svolítið bara upp á hvað þú ert að rauna á mappinu. já, En eins og ég segi, þú veist, síðan gæti bara vel verið að einhver leikmaður taki risa frammistöðu og fari í sombra eða er að spila endalaust CC í hinu liðinu og þá er náttúrulega ball bara í djúpum skít og getur eiginlega ekkert gert, skilur. Þannig að það er spurning hvernig, þú veist, ef að annarkvort liðið velur ball, hvort að hitt liðið velji eitthvað til þess að counter hann á móti eða þú veist, hvort að hitt liðið ætli bara mirrora, fara Já. bara það sama. Það getur líka vel verið. síðan er Rush líka mjög gott á sumum möppum hjá Nepal. Einmitt. Við séum það einmitt á Shrine, þá getur Rush verið svolítið svona tricky fyrir hitt liðið að díla við. Já, Þannig að verður gaman að sjá hvort að liðin einmitt vinni með það að, þú veist, fara eitthvað öðruvísi eða hvort þau fari bara í meta eða það sem að við teljum vera líklegast. já, En já, gaman að segja fyrir því að í báðum liðum eru náttúrulega svona leikmenn þekktir fyrir að spila ákveðnar hetjur og svoleiðis og komst svolítið inn á það með Grinkatsu. Það er spurning sko eins og með Fes, DPS-spilari á Fylki. Já. Þannig er náttúrulega búinn að vera í þessu liði bara frá stofnun þess og frábær hitscan-spilari sérstaklega. hann er mjög góður. En ég held að hann gæti alveg verið líklegur til þess að fara með eitthvað svona long range hitscan eins og Widowmaker, Ash, eitthvað svoleiðis til þess að svona svolítið að leggja Hrúta í smá svona pyrringskast. Já, Svona pota svolítið í þá og reyna að fá þá kannski til þess að fara á flanking hittur til þess að díla við hann sérstaklega á meðan að liðið hans kannski bara valtar yfir restina. Hann hefur svolítið unnið með það allavega svo ég veit að spila svona svolítið frá liðinu sinni endilega ef hann er að spila long range hittur og fá einmitt óvinni hitturna til þess að elta sig og þá fær liðið hans alltaf bara frábæra yfirhönd á restina af tímfætunum og rúlar svolítið yfir þá. það getur alveg verið, sko. Ég sá líka að hann hefur spilað Tracer líka mikið. Einmitt. Þannig að ég held að hann geti púla margt í þessum leik. Já, það er stór spurning sko, en náttúrulega frábær Tracer líka, gaman að segja frá því, en síðan er það að sko Brinkilius í Fylki. Já. Hann er náttúrulega frábær leikmaður, ringaraði þarna inn fyrir Hrúta á móti okkur í efri-deildinni. Já. Og þannig að hann er með reynslu og er með hæfileikana þarna til þess að standa sig vel. Já, hann getur alveg
pullað, þú veist, hann pullað, held ég, Sen Anna Bapp. Já, hann reynda líka búinn að spila slatt af Lucio, þannig að sko, miðað við það að Grínkatsu kannski meira þekktari fyrir einmitt eins og sagði ráðan, Sen, Anna og Brygg og svona, gæti ég alveg trúið því að ef að þau vilja vinna með Lucio þá myndi það vera Brynkilius frekar heldur en Grínkatsu. Já, algjörlega, sko. Ég held svona að það sé líklegra. En síðan eins og ég kom inn áðan bara í liði Hrútum, nú vitum við aðeins minna þetta lið að þeir eru náttúrulega nýliðar í þessari deild og í þessari keppni. En það er alveg hægt að mynda sér svona skoðun á því hvernig þeir gætu unnið með þetta og hvað þeir vilja gera. Gods er náttúrulega mjög sterkur tankspilari og hefur alveg sýnt það að þrátt fyrir að vera svona tiltölulega nýr í þessari senu á Íslandi að þá getur hann alveg komið inn með skell ef að liðin refs honum ekki. En eins og ég kom inn á hann, Shocked Ovi, ég mæli bara eindregið með að fólk fylgir sérstaklega með þessu dreng, hann er alveg frábær á Lucio sérstaklega og miðað við hvernig hann er á Lucio get ég ekki ímyndað með hversu góður hann er á öðrum heitum. Það er eiginlega bara alveg svakalegt sko, þannig að þú veist, eins og ég sagði áðan, bara miðað við það sem hann hefur sér til handa að spila, bara kemur mér svakalega óvart hversu góður hann er. Ég bara hefði gískað að hann væri örugglega 500-600 þessar hærri en hann er, þannig að þú veist, mæli eindregið með að fylgjast með honum. Já, ég mun hafa það í huga. Ég held að þetta sé fyrsta skiptið það sem ég hef fylgjast með Fullum Academy. Já, einmitt. Þannig að ég mun hafa í huga að fylgjast með Shocked. Nákvæmlega, ég hef nefnilega ekki fylgst rosalega mikið með þeim heldur, ég sé eitthvað svona smá á þeim en ég hef séð mest af þessum Shocked Ovi og ég veit bara hversu frábær hann getur verið á supportheitunum. En síðan er mitt gaman að koma inn á það sko að þessi leikur hér í kvöld, þetta er náttúrulega fyrsti leikurinn hjá Fylki. Já. En Hrútar eru búin með fyrsta leikinn sinn. Þeir töpuðu náttúrulega mótið í Musteri, akademíunni, 3-0 og sem er náttúrulega smá skellur að byrja alltaf mótið á svona verri nótum eins og myndir halda. En á miðað við það að þetta er fyrsti leikurinn hjá Fylki, menna þú hefur séð lið koma inn í fyrsta leik óundirbúinn, ekki alveg með hausinn í lagi og mentalityð er svona svolítið niður í gólfi. Já. Þannig að maður veit aldrei hvernig svona lið halda að þau fari með leikina í fyrsta leik og síðan fer þetta bara gjörsamlega úrskeiðis. Það er samt bara fyrsti leikurinn skiptir ekki máli sko. Nei, það er nefnilega máli sko, en eins og ég segi, þú veist, eins og með bara ykkar leik þarna í fyrstu umferð, að bæði lið náttúrulega spiluðu frábærlega. En þetta sýnir náttúrulega bara það að þú veist, það sem þú veist fyrir leik er kannski ekki nákvæmlega það sem er endilega að fara að gerast. Þannig að eins og með svona, þú veist, við vitum núna bara hversu góðir kartöflurnar erum kannski ekki með þekkinguna fyrir Hrúta Academy, en you never know. Kannski koma Hrúta bara brjálæði til leiks, ógeðslega skipulegir, búinir að skrimma ógeðslega mikið og æfa fullt af teamkoms og svona. Og hver veit, kannski koma þeir bara inn með skell og taka mögulega bara fyrsta mappið til þess að byrja með allavega. Já, við erum allavega að fá þau skilaboð að liðin er ekki alveg klár, þannig að við náttúrulega bara spjöllum aðeins lengur og okkur finnst alveg gaman að því. Við neitum því ekki að tala. En nú langar mér svolítið að spyrja þig, ef þú myndir velja einhvern svona leikmann í þessum fyrsta leik sem að þú myndir svona vilja fylgjast mest með, einhver svona sem að heillar þig á blaði allavega. Sko, það er góð spurning, sko. Náttúrulega, þetta er fyrsta skiptið það sem ég er að horfa á Hrúta. Þannig að mér langar eiginlega að fylgjast með off-tankinum. Nákvæmlega. Það, sko. Ég er sammála því. Það sem ég náttúrulega að spila off-tank sjálfur, þá held ég að væri mjög gaman að horfa á annan off-tank spila. Nákvæmlega. Þannig að ég mun örugglega hafa off-tankina báða í huga að fylgjast með þeim. Já, það er alltaf gaman að sjá, það er off-tankarnir sem taka svona stór plays í leikjunum og við höfum séð það núna í fyrstu umferðunum að off-tankarnir hafa svona svolítið verið að skína og verið svolítið sterkir fyrir sín lið. En að því sögðu alveg eins og með þig, þú verandi náttúrulega off-tankspilari í úrvalsdeildinni, að eins og með Shocked Ovi hjá mér, þú veist, ástæðan fyrir ég er náttúrulega svona spenntur fyrir honum en náttúrulega bara sem fellow support-spilari, fellow Lucio-spilari, þú veist, það er alltaf gaman að sjá svona sínar hetjur fá að blómstra hjá góðum leikmönnum í góðum leikjum og svoleiðis, þannig að ánægð með að það er valið allavega off-tankana líka. Þeir eru oft rosalega sterkir og sérstaklega í metanum núna þá eru tankarnir náttúrulega bara, þú veist, að gera rosalega mikla vinnu fyrir liðin. En þá er bara spurning hvort við viljum ekki fara að dempa okkur bara í highlight áður en við komumst inn í fyrsta map. Já, nú ætlum við að sýna ykkur þess að highlight hér úr helgamótinu sem að verður tilbúið á skjánum þá bara eftir örskamma stund. Verið velkomin aftur gott fólk og velkomin hér í Arena heimavöll rafíþrótta á Íslandi. Markus heiti ég, a.k.a. Fenrir, er hér með Þráin, a.k.a. Rottweiler. Og erum að fara að detta inn í fyrsta leik kvöldsins Fylkir kartöflur á móti Hrútum Academy. Hvernig leggst þetta í þig? Ákveðin spenning fyrir þessum leik, held ég. Einmitt. Ég meina ég er ekkert smá spenntur. Við höfum séð núna að það eru nokkrar breytingar á liðunum og
það verða kannski ekki nákvæmlega sömu uppstillingar og margir áttu von á og við héldum. En mér allavega heyrist að liðin séu bara að gera sig klár og gætu fara að dempa sér í fyrsta mappið sem verður eins og við sögðum áðan, Nepal. Og komst inn á það einmitt áðan að þú myndir vilja sjá Ball spila þann á Nepal. Ég er svolítið sammálaður þar að hann gæti verið svolítið góður allavega svona til þess að byrja með og þá kannski bara skipta ef það er ekki að virka. En já, þá er spurning sko, ertu með einhverjum svona getgátur, þú veist, hvernig heldur þetta gæti farið? Ertu að hallast meira að eitthvað eitt gerist eða eitthvað annað eða hvernig heldur þetta farið fram? Vá, ég er svona að hallast til. Mér langar náttúrulega að sjá Fruta að púla eitthvað ógeðslega gott dæmi. Náttúrulega nýliðar í deildinu og svona. Já, þannig að ég er svona, mér langar að sjá bara svona fyrsta mappið og þá getur kannski spurt mig aftur hvernig þetta mun halda áfram. Já, ég get haldið í þessa spurningu þangað til við erum búin að sjá þá spila allavega. En ég held að þetta sé svolítið rétt hjá þér sko, að Hrútar eru náttúrulega nýliðar í þessari deild og svoleiðis og það er rosalega erfitt að koma sem sko ekki bara nýr leikmaður, heldur nýtt lið, þar sem allir eru glænýir og eru kannski ekkert vanir þessu umhverfi og svona spili sko. En síðan akkurat öfugt í hinn áttina eru kartöflurnar. Þeir eru bara búinir að vera að spila saman, guð veit hvað lengi. Þú veist, þeir eru nú með Grínkatsu nýjan inn, en þú veist, menn eins og Endertat og Fes og Brinkilius og svona, náttúrulega þekkja hvort annan rosalega vel og hafa spilað mikið saman og ég meina, ég býst bara við hörku framistöðu frá þeim allavega. Já, náttúrulega besta við liðin, eða þú veist, ef þú ert lið, þá náttúrulega besta við það lið er náttúrulega að vera með gott communication. Synergy og svona. Synergy og allt þetta. Kemur allt bara með því að spila meira saman. Já, þannig að þú veist, það gerir lið hættuleg, sem myndi ég að segja. Einmitt. Þannig að, þú veist, þeir náttúrulega geta tala saman, þeir geta, þú veist, ég veit, Synergy er bara through the roof. Einmitt. Þannig að þú veist, já, þú veist, ég hef full trú á kartöflum líka. Einmitt. Ég held að þetta sé einmitt svolítið rétt hjá þér með sem sagt, synergyið og liðsandan og móralinn og communication á milli leikmanna og svoleiðis að þú hefur séð náttúrulega frábær lið með góða leikmenn en strax communication fyrir út gluggann að þá spila þér bara langt undir væntingum og er eiginlega svolítið týndir, þú veist, og veit ekki alveg hvað þeir eru að gera. Þú veist, ég tala bara smá af persónulegri reynslu hér sem leikmaður í liði í þessari keppni að þú veist, við höfum brennt okkur á þessu áður, við vitum að það er önnur lið sem hafa gert það. Þú veist, það er svo mikilvægt að viðhalda svona samheild í liðinu. Þú veist, þið eruð ekki þarna fyrir ykkur sjálfa, þið eru þarna sem lið, þú veist, og þið spilið eftir því og eftir því hvernig þið ætlið að gera þetta. Það er voðalega lítið sem getur stoppað ykkur nema bara ef að hitt liðið á frábæran leik. Og þú veist, eins og ég segi, við náttúrulega vitum ekki nákvæmlega hverju við erum að búast við að Hrútum en ég býst allavega að við hörkur leik að því sögðu. En mér sýnist liðin sem sagt vera ready og er að gera sig klár hérna undir fyrsta leikinn. Við minnum á það að fyrsta mapp verður Nepal og þá spurning bara með að dempa okkur í fyrsta leik á milli Kartöflur og Hrúta Akademi. Ég er til í það. Ég er til í það líka. Við fáum hér skilaboðum að við séum bara að koma hérna inn í þetta en eins og ég segi, þú veist, við búumst bara við hörkuleik og vonum að liðin sé að koma inn á krafti og komi inn með smá svona, þú veist, ég persónulega er alltaf mikið fyrir að koma með smá svona reiði inn í þetta og vera svolítið svona aggressífur og vera svolítið með hitan í þessu og ástríðu og leggja þess 100% á mörkum sko. En eins og ég segi, þú veist, það er náttúrulega svolítið mikið af því góða stundum en maður má nú alveg leika sér að þessu. Ég bara vona að flest lið komi inn af krafti og sína okkur að besta. Ég er til í það. En nú komum við hér inn í Nepal, fyrsta mapp leiksins, Kartöflur á móti Hrútum Akademi. Við erum til í þetta, Þráinn. Já. Það var spurning sko, vilt þú ekki lesa upp kannski Kartöflurnar og ég tek síðan Hrúta? Ég held að liðin séu, ok, ég held að hérna koma. Já, það er eins og ég held, þá er endurtak á maintankinum. Einmitt. Gautex á offtank, Kíuböld á Kree, Rætti á Sim, Grínkatsu á Sen og Brinkilius á Bap. Já, og Hrútar Akademi stilla liðinu sínu þannig upp að Einar M er á Sarju, Gods er á Reinhardt, Chris á Tracer, Vínest á Kree, Cassidy afsakið og Gummi tekur Baptista meðan Shocked Ovi er á Lucio karakternum. Mér finnst það mjög slæmt bara að fá Kartöflunum fyrst að hafa Sen í þessi kompun. Já, þetta er áhugavert pikkjaðum hérna að fara Sen með þessu tímkopi, sérstaklega með það að Hrútar er að vinna með Lucioinn hérna.
og ég kom inn á það áðan einmitt að Shocked OV frábær á Lucio. Við sjáum reyndar að kartöflurnar eru komnar með punktinn. Þetta að fara að líta vel út fyrir þá. Þeir ná Gods niður, Kiwipert með frábært pick sem kemur inn sem varamaður hjá þeim hérna í dag. Við sjáum að Guttix er svolítið low, Chris að setja pressu á hann. Við sjáum að kartöflurnar eru nú reyndar að ná að halda punktunum vel lengi. Akademían á rútum þarf líklegast að bakka út, já, þeir eru að reyna að reunita þarna með Reinhardtunum sínum. Við sjáum að chargeið hjá kartöflum er farið að líta rosalega vel út á sumum hetjum, en hrútarnir eru nú samt líka á góðu leið með þetta. Þeir eru strax aftur komnir í fætinn. Hér kemur Window út frá Bringilius, ná þeir að bakka út eða ná þeir pikki. Þeir komast út þarna Hrútar Academy og þetta er farið að líta svolítið illa út fyrir þá að þeir ná ekki alveg að pusha inn. Þeir eru að bíða eftir þessu, nú komast þeir aftur á stað. Hér sjáum við að þeir eru komni með Window líka. Þeir eru komni með Juicer og risa shot er þetta hjá Endertall. Það er risa play strax í byrjun. Þetta var hvað? 5-man shatter? 5-man shatter, glæsilegt. Þetta er að séu töluðum fyrir leikinn. Endertall er frábær á Reinhardtunum. Þetta er það sem við eigum að búast við af leikmann á hans kaliber. Enginn geta skotið að myndi gera þetta með fyrsta ultimate í leiknum. Þetta var glæsilegt. Frábært play. Ég held að þeir Frutar hefði átt að nota Window þarna miklu snemma. Já, ég sammála því. Ég bjóst við því að Gummi myndi nota Window þarna á engage-inu en þeir biðu svo lengi. Já, þá væri Endertall ekki með svona frítt shot-in. Nei, einmitt, segðu. Við sjáum hérna risastór pulpbomb en það er góður lampi frá kartöflunum. Hér kemur út graf frá Einar M. Grinkatsu nær Vínest og risashatter hjá Gods. Nær 2 í shatterinu. Við sjáum hérna að Hrútar eru bara að pikka það off hérna, one by one. Bringilius eins og að nær Gods. Guttix er að setja pressu, dettur úr mekk. Mér sýnist þetta að vera að fara í kamið hérna hjá Hrútum Academy. Einar M er bara full charge að reyna að hreinsa til þetta á punktunum. Kartöflur ná alveg upp í 99% hins vegar. Þeir eru alveg á lífi. Einar orðin svolítið low en mér sýnist Hrútarnir vera að hreinsa til og ná punktunum. Velspilaði Hrútum og risa shatter hjá Gods. Þetta er glæsilegt, sko. Það er núna báðum eintekinni komið risa shatters bara á nokkrum mínútum. Já, einmitt, ég sammála þér, þetta er akkurat það sem við töluðum með tankana í leiknum. Að sjá svona stór plays frá töngum í rushinu, þú veist. Þetta er svo mikilvægt fyrir áhrif, skemmtanagildið. Og ég meina, þú veist, þeir eru dætt í annað graf. Já, ég meina, þeir notaðu bara fyrir nokkrum fætum. Og sjáum hér að Endertall er komið með annað shatter næstu. Risa picks á GPS-inu við á kartöflum. Mér sýnist þeir vera að fara að vinna hennar fætt. Og það er stórt beat frá Shocked OV. Ná þeir að koma pressun yfir á kartöflunar. Risa graf, Einar M hérna með 1 pick. Endertall vinnur Reindúilið. Grinkatsu pickar af Einar M og Ender nær Shocked OV. Mér sýnist Hrútar vera að falla. Er þetta fyrsta mapp? Þetta lítur út fyrir að vera að klárast þetta hjá þeim. Kemur út trans frá Grinkatsu og Window frá Bringilius. Mér sýnist þetta að verða búið. Gods kemst líklegast ekki einu svona punkti, nei. Og kartöflur ná fyrsta punkti. Já, mér finnst áhugavert að Sen hafi virkað í þessi tímkombi. Ég bara gæti ekki verið meira samlegur. Þetta er ótrúlegt, sko. Þetta er ótrúlegt að þeir hafi komist upp með það að vinna með Sen þarna. Og ég fíla það. Já, þetta gott pick, sko. Ég er all for it, sko, af því að þú veist, maður sér ekki oft lið vinna með svona heil tímkomst, þar sem bara eitt hero er bara svona out of proportions. Gaman að sjá að það er að virka fyrir þá. Já, en ég skil ekki alveg af hverju Frutar voru ekki að pusha í Sunnin. Nei, það er fyrsta sem ég hugsaði. Já. Þú veist, af hverju ekki bara pusha og kannski missa 1, kannski missa 2, þú veist, það skiptir ekki máli. Ég sko, ef að Shocked OV, Einar M og Gods ná að koordinata engagin sín vel, nota búblurnar og speedboostið þegar þeir eru að pusha inn í þá, ég sé ekki margar leiðir sem að kartöflur gætu flúið þá. Þeir geta barist á móti en þeir þurfa að berjast á móti. Þeir geta ekki disengageað og svona aðeins náða að safna saman orkunni eftir fyrsta fært. Kartöflur er komin á double shield með Sen. Já, þetta er áhugavert hjá þeim. Hrútar halda sig við rushið hérna en þeir eru komnir á og rissa Sigma kartöflurnar með Sen ennþá. Ég held að Frutar ættu að svissa á rush bara leið og gat. Ég hugsaði með mér Ball gæti verið sterkur hérna núna. Ball gæti verið sterkur mjög, held ég. Þeir eru með Tracer. Þannig að ég held að ætti bara að svissa í ballkomp. Sko að því sögðu, við sjáum það hérna núna að Hrútar eru konum með punktinn og reyndar nær Guttix núna gott, það er reyndar gott pick fyrir kartöflurnar. Nú geta þeir farið að færa sér nær og Hrútarnir þurfa að taka bardagana inni í herbygginu.
sjáum hérna að þegar þú missir Reinhardt inn þá verður þetta miklu erfiðara og hér Guttix bara labbandi inn í þá, þú veist, þetta er bara að rissa í double shield, þú veist, hún á ekki að deyja. Hún er bara tankuð í, þú veist, bara í þessum leik. Hún er svakaleg hetja þegar það kemur akkurat að svona spili. Það er ekkert eðlilega erfitt að drepa hana. Já, það er mjög erfitt að drepa hana, sérstaklega þegar við send bap healing. Já, nefnilega. Sjáum það líka, þeir eru að vinna með Tracer hrútarnir. Þeir eru ekki með nógu mikið spam fyrir báða skildina hjá kartöflum og það er bara svona eins og Guttix sé eða óáreittur labbandi bara sem hesturinn eins og hann vill. Já, þú veist, annarkvæmst ætti að svissa kompinu eða að fá meira spam, þú veist, hans sem var í, þú veist, glæsilegt í þessu pikki. Sammála því. Sjáum hérna að kartöflurnar eru að stilla sér hérna upp hægra megin á punktinum. Vínest er svona aðeins að pirra það þarna í baklínunni. Þeir eru svona nokkurn veginn að elta hann en samt ekki. Kartöflurnar eru eiginlega að staðsetja sig svona svolítið frá hrútunum af því þeir vita náttúrulega að það þarf 1 speed boost og þeir eru komnir inn í þá. Þannig að þeir þurfa að halda sinni fjarlægð og spila þetta svolítið skynsamlega. Nú er spurning hvað Vínest er að reyna að ná út úr þessu. Er hann að safna sér upp í Pulse Bomb? Er hann að reyna að ná pikki? Þú veist, mér sýnist hrútarnir koma þetta með honum hægra megin. Þeir eru að kontesta punkti núna. Kartöflurnar þurfa að fara á pointi. Það kom út nokkur ultimates, það kemur út Window og Dreki. Gods tekur hérna upp fullt af charge fyrir Saríunu sína. Hér eru picks báðum megin. Kiwibutt tekur Cassidy í duelið, en shot nær Bringilius og síðan eru bara kartöflurnar að pikka það off einn í einu. Þetta er bara það sem þeir eru að gera, halda sinni fjarlægð og eru bara að pikka damage út og reyna að ná í eins mörg picks og þeir geta. Þú veist, sérðu þetta Kiwibutt, þú veist. Já, Kiwibutt er frekar solid á grínum núna. Já, hann er búinn að vera góður á grí og hefur æft hann rosalega mikið, en þú veist, ég vil ekki sjá þetta frá hrútum. Ég vil sjá það breyta aðeins til, þeir þurfa að, þú veist, reyna eitthvað annað því að þetta er erfitt fyrir það. Þeir eru svo langt frá þeim kartöflurnar. Þetta er þetta risastórt frá Shocked Ovi. Þetta er akkurat það sem ég var að tala um á hann. Þessi gæi er bara 1-2 watts að mínum mati. Hann hefði nú náð á rissuna þegar hún hefði ekki notað Fortify, en eins og það er, hér kemur beat út frá honum. Þeir ná eins vegar Chris, kemur út hænum frá Kiwibutt sem nær Gods líka. Kemur út trans frá Greenkatsu. Mér sýnist kartöflurnar vera að ná að stabilisa, en Shocked Ovi nær Greenkatsu í transinu sínu. Hér er Guttix á punktinum, en mér sýnist þetta vera í raun og veru bara Shocked Ovi sem er að leggja pressun á það. Þetta er bara allt of erfitt að spila rush á móti þessu sýnist mér. Hér kemur þetta stórt pick og risa shatter. Gods með 3 picks sýnist mér eftir smá. Nei, hann er bara með 2 núna, hann nær að bjarga endurtað þarna, hann Bringilius. Heyrðu, hrútar eru nú bara ennþá að kontesta punktinn. Þeir eiga ennþá sens á að halda í þetta. Gods er orðinn rosalega low á punktinum. Það er kominn Window frá Bringilius. Gods verður að fara að fá skjöldinn aftur og halda honum uppi. Mér sýnist hrútarnir að taka þetta að þeir ná aftur punktinum. Þetta var glæsilegt, sko. Ég átti ekki von á þessu. Nei, ekki heldur, sko. Ég veit ekki það alveg. Þetta er frábært að sjá frá hrútunum. Þeir eru að ná að stabilisa þetta svolítið og vinna með það sem þeir eru að spila. Þó að þetta sé kannski ekki ideal teamcomp á móti Double Shield. Þá eru þeir nú að ná að halda í þetta. Já, þeir eru ekki graf núna held ég. Já, en ekki nein önnur ultimates. Sama mætti segja kartöflurnar. Þeir eru að nálgast Bongo frá Rissu. En umfram það er Kree-ulti, Cassidy-ulti fyrir að koma, en við erum búin með IT sitt hérna, Sigma, þeir kemur grafið út. Þetta er risagraf. Nú þarf hann bara að pusha inn í þetta. Þeir eru búin með lampan, Shocked Ovi nær einu pikki. Nær Vínest að gera eitthvað í baklínunni. Það er picks báðum megin, tankarnir hjá Akademíunni, hrútum, eru dottnir. Þannig að það er spurning hvort að kartöflurnar ná punktunum aftur. Mér sýnist það, þeir eru ekki með Cassidy. Chrisis var með stórt pick þarna. Shocked Ovi er að kontesta punktinn. Hann fellur, Auddi er orðinn svolítið lóg. Hann er samt að fara að ná Vínest líklegast. Og hér er þetta bara tankarnir. Og Gods nær endar Guttix út á mappinu. Hér kemur stórt shatter. Ná þeir Sigma líka? Nei, það er trans í gangi hjá Greenkatsu. Hér kemur Hænún. Mér sýnist kartöflur vera að taka þetta á fyrsta mappi. Er það ekki? Jú. Fyrsta mapp fer til kartöflur hjá Fylki 2-0. Þetta var áhugavert, get ég sagt. Já, ég bara er ennþá svolítið fastur í því hvort hrútar hafi ekki þurft að breyta þess til. Jú, það meikar ekki sens að setja rush í það komp á móti þessu kompi. Nei, og líka bara, þú veist, ef þið ætlaði að vinna með rushið, þá verði eiginlega bara allir 6 í liðinu að fara og hlaupa í gegnum hitt lið. Já, þeir hefðu ekki verið að pikka af svona split, sko. Þeir hefðu átt að sissa Sadie, þeir hefðu átt að sissa, þú veist, Tracerna, þú veist, þetta bara...
Ég hugsaði Tracer hérna fyrst sko, það var eiginlega ekki nógu mikið spamdæmis fyrir báða skildana þarna hjá kartöflum og hrútar fannst mér svolítið vera að þvinga fram rushið sem þeir eru svona comfortable á. Þú veist, við vitum að þeir eru þægilegir á þessu tímkampi og þeir hafa spilað þetta mikið og þeir eru væntanlega að stilla upp sínum leik og eru kannski ekkert að pæla í andstæðingnum. En þú veist, í miðjum leik, ef þetta ekki að virka, þá þarftu svona svolítið að fara í smá skoðun og hugsa hverju getum við breytt, hvað getum við gert betur og svoleiðis. En sem ég segi, þeir áttu nú samt góða bardaga þarna og voru stór plays báðum megin og maður hefði nú haldið að hrútarnir hefði getað haldið þessu pointi þarna á second point. Aðeins lengur, þú veist, þetta var áhugavert, myndi ég að segja. Ég er samanlega, sko. Það var líka grafið hjá eina í seinasta fætt. Risastórt graf, sko. En ekkert follow-up. Það var ekki svona fókusað, þú veist, immost. Sá það einmitt akkurat í þessu grafi, sko. Hann nær þarna einhverjum 5 í grafið, fer sjálfur í follow-upið. Við sáum þarna vinnest á Tracer í bakinn á grafinu, en samt ekkert rosalega nálægt. Það eins og hann sé svolítið stressaður að fara inn í óvinna liðið, svo hann gæti fallið. En ef það graf í gangi og þeir eru búinir að nota lampan, þá náttúrulega bara ferðu á 300 km hrað inn í þetta og reynir að ná sem flestum picks. En hann Tracer. Ég vildi sjá Vincent vera meira aggressív og reyna að fókusa, þú veist, immost. Sammála því. Þú veist, Sadia var 90-100% charge. Þannig að hún hafði að minnstakosti getað, þetta er 1 eða 2. Kannski bara næst í alla í þessu grafi. Ég meina, hann var þarna á 90 plus charge, var með 5 í grafinu, á búið að nota lampa og hann var með Tracer með sér fyrir follow-upið, þú veist, þetta leit bara út fyrir að geta farið hrútum við vil, en síðan bara einhvern veginn var follow-upið ekki nógu aggressíft og bara fjall fyrir kartöflunar. Já, það er leitt að sjá það, sko. En þá spurning, nú vitum við að fyrst að kartöflur tóku fyrsta map, að þá fá hrútar að velja hvað næsta map verður. Þeir velja Kings Row. Þráinn, hvað finnst þér það? Það er klassíska rush við rush mappi, eins og sumir halda. En það er hægt að spila nokkuð komps á þessu mappi. Þú veist, ég sé í high lobbies. Þú veist, það er hægt að spila double bubble, þú veist, sigma ball. Þú veist, þannig að það er hægt að spila margt, þú veist. Ég held að þetta sé svona klassíska rush við rush mappið. Einmitt. Þannig að ég býst við að bæði liðin púlla það, sko. Já, allavega að byrja á því. Maður veit alltaf hvernig þetta þróast í gegnum leikinn, en ég held alltaf að hrútar séu að velja þetta map svolítið af því að þeir eru þægilegir á rushinu, þeir þekkja það vel, sáu það þarna, þeir eru að reyna að þvinga það þó að kartöflurnar eru að spila eitthvað annað sem kannski aðeins betra að spila. Þannig að þeir velja augljóslega Kings Row fyrir rushið, þeir eru að búast við að kartöflurnar mirrorið á og farið á mótið þeim. Það er spurning hvort það verði þannig alla leikinn eða ekki. En ég er eiginlega viss að við getum lofað því að hrútarnir fari rush á Kings Row. Mér skilst að liðin séu ready, þannig að þá spurning hvort við viljum ekki bara dempa okkur í Kings Row í næsta map og sjá hvernig þetta þróast hérna hjá þeim. Við vorum reyndar að fá þau skilaboð að það varamaður að koma inn á, þannig að liðin ekki alveg klár. En eins og ég segi, Kings Row, við getum sagt að Kings Row væri eitt af uppáhaldsmöppunum okkar. Já, það elski allir Kings Row. Já, það er gott að spila Kings Row einu sinni. Já, ég meina þetta er svona, skemmtanagildi er mikið og færði yfirleitt rosalega góða leiki á Kings Row. Liðin að leggja allt í þetta og eins og segir með rushið og svona langir bardagar og mikið af ults í einu og svona svolítið kaos í gangi og það er alltaf gaman þegar það er eitthvað kaos í gangi í leiknum. Já. Þannig að, en við vorum allavega að fá þau skilaboðið að kartöflur eru með varamann að koma inn á FES 05, frábær hitscan-spilari og Tracer-spilari sem kemur inn núna loksins af því að hann komst ekki í fyrsta leikinn. Já, hann er náttúrulega byrjunarliðsmaður hjá kartöflunum en Kivibird var þarna varamaður fyrir hann í fyrsta leik. Þannig að FES kemur núna inn og tekur DPS-spottið væntanlega af Kivibird. Já, ég hlakka til að sjá hann in game. Já, við erum ánægðir með það, eða ekki? Jú, ég held það. Gott að hafa all liðið hjá kartöflum saman svona, við vorum að tala um þessa liðselt áðan. Menn eins og Endertat og FES hafa náttúrulega spilað saman bara frá stoppun keppnarinnar. Þú veist, þekkja hvern annan inn og út, vita alveg hvað þeir ætla að gera og hvernig þeir spila. Og ég get nú alveg satt að bara persónulegri reynslu að FES er frábær DPS-spilari. Og ég er spenntur að sjá hvernig hann kemur inn og sérstaklega í fyrsta mappina sá Kings Row. Já, það verður áhugavert. En ég meina, þú veist, ef FES, eins og við talum um aðan, þá spila FES, Widow, Hanzo, Tracer, Ash. Nákvæmlega. Þannig að, þú veist, ef FES púlla, þú veist, Widow og Ash, þú veist, þá er rushið hjá hrútum orðin virkilega erfitt. Já. Leið og FES gengur vel. Líka hugsaðir ef hann væri með til dæmis damage boost á Ash
og getur haldið sér svolítið svona á hægrandinu, þú veist, uppi í gluggunum vinstra megin á fyrsta punkti og eitthvað svoleiðis og reyna að ná einhverjum stórum dynamites á engageinu hjá hrútum. Það gæti reynst þeim svolítið erfitt af því að við vitum nú á fyrsta mappi, þeir rönnuðu Sarju. Já. Það gæti verið gott fyrir þá upp á búblurnar og svoleiðis, Mhm. en þeir eru mjög líklegast ekki með dífu. Nei, þú veist. Og það gæti verið dýrkeypt ef að kartöflurnar eru með S til dæmis búið að éta dynamites og svoleiðis. Já, ég held að Saði ætti að, þú veist, að bara ekki spila Saði í Kings þá, held ég. Nei, Þú veist, ég myndi alltaf fara dífu þú líklegast veist, sjálfur. Díva er bara miklu sterkari pick. Mhm. Hún er með miklu sterkari kit. Einmitt. Þú veist, eina lélega við Dívu er, þú veist, ultið hennar. Já, Þú í veist. raun og veru, af því þú veist, það er svo rosalega ódreiknanlegt, þess að það getur orðið stórt, en það er rosalega svona, Þú veist, það er eins og þú sett að Áhættusamt, flippa, sko, já. þú veist, klóni. svolítið sko að þú veist aldrei hvernig þetta kemur út og á meðan það er í gangi þá ertu náttúrulega rosalega berskjaldaður. Já, Þannig að þú veist, Díva er ekki fullkomin eins og engin karakter í þessum leik, en algjörlega. hún hefur sína kosti og sína galla og hennar kostir eru náttúrulega bara, hún getur getið allt Hún getur getið allt. og það er bara öll ultimate sem þú getur ímyndað er að þeir getur kastað í það á engageinu. Ef að Díva spilar þetta rétt þá hirðir hún öll þessi ultimates og þau eru bara gagnslaus. Já. Og abilities bara eins og til dæmis, þú veist, ef þú ert að spila Junkrat eða Mines hjá S og svoleiðis, þetta er bara risastórt að vera með Dívu. Við fengum þau skilaboð að liðin séu klár og förum að færa okkur inn í lobbið. Minnum ykkur á það að FES05 er að koma inn, byrjunarliðsmaður hjá kartöflunum loksins. Kemur inn á næsta mappi sem verður Kings Row af vali Hrúta Academy, af því þeir töpuðu náttúrulega Nepal fyrsta mappinu. Við gískum á að þeir vinni með Rush enn og aftur Hrútarnir. Já. Ætlum við að skjóta á það að kartöflurnar fara það sama? Ég meina, þú veist, ef þú ert að pulla sama kompi og við sáum á Nepal, þá býst ég við að kartöflur munu pulla líka sama. Einmitt. Mér finnst Þannig það líklegt sko, ég er alveg sammálaður þar. Þannig að þeir eru í, þú veist, miklu sterkari rössi kartöflurna því að, þú veist, þeir Einmitt. eru með Dívu, Einmitt. ekki fyrir út af, þannig að, Nei, ég meina líka bara, þú veist, þetta er náttúrulega Kings Row, þú veist, þú getur spurt hvaða leikmann í almenna byggarnir sem er, það er Rush-mappið, já, það spila langflestir, jú, eins og þú sagði ráðan, þú getur spilað mörg mismunandi komps á þessu, það virkar ekkert bara Rush þarna, Já. en fyrsta hugmynd flestra liða er alltaf Rush. mhm, Ryan Saria hefur verið standardinn á Kings Row bara frá því að mappi kom út, já, þú veist, og þú spilar langa oftast Lucio með Reinhardt, sérstaklega svona mappi. mhm, Þannig að hérna, á meðan við það að Díva er orðinn sterkari en Saria, þá gæti ég búist í því að kartöflum. Ég veit ekki með hrútana, það er spurning hvort hann þori að fara af Sariunni. Spila hann alltaf vel hérna að einar á Sariun, náðu þarna risagraf eins og við komum inn á áðan. En er hann til í að skipta yfir, fara Dívuna? Hún er mjög sterk, gæti reynst þeim vel, en ef hann er kannski ekki nú öruggur á því, það er það bara ekki þess virði. já, ég er samanlega, sko. Já, en við erum allavega klár í næsta leik, gott fólk. Við förum hér á Kings Row, leikur Kartöflur og Hrútar Academy. Staðan er 1-0 fyrir Kartöflum. Viltu kannski taka aftur leik Já, Kartöfluna? ég tek kartöflurna aftur. Heiði, það er bara svipakombo í sennasta leik, bara endur þetta ræn, Guttix á Dívu, Fes á Hanzo, Eitti á Kree, Green Kachu á Sen og Bringilius á Bap. Já, og í liði Hrútar Academy verður sérst aftur Einar M kominn á Dívuna eins og við vildum nú sjá frá honum en ekki Sarjuna. Gods heldur sér á Reinhardt. Chris er kominn á Föru með Shocked Ovi og Mercy með sér og Vinnest heldur áfram á Tracer og Brúnar tekur Baptist. Þetta er áhugavert. Já, Þeir fóru á Dívuna, við erum ánægðir með það, en á takk þá eru þeir ekki með Lucio. Þeir eru með Mercy með Föru. Já, minnst bæði liðin verða að púlla kompið sem við erum að tala um, en bara ekki rétt í hetjuna. Nei, þetta er svolítið áhugaverð nálgun á rushinu hjá þeim. Þeir eru með Sen þarna í liði kartafla og eru með Mercy í hrútum, þannig að það verður ekki rosalega hratt að gerast eins og maður kannski býst við af rushinu. Sjáum við núna, hrútar eru bara að setja smá pressu hérna á punktinn. Chris er á Förunni að dæla þarna inn rockets á DPS-ana. Fes er náttúrulega á Hanzo-unum sem við komum inn á þann, frábær svona sniper hitscan spilari. Það er spurning hvort að hann nái að halda í við Chris eða hvort að Auddi þurfa sinnunum bara meiri hluta leiksins. Sjáum hérna að fætin er byrjaður og Gods er byrjar að setja pressu þarna á Endertad. Það kemur út lampi á báðum hliðum. Það er pick, Einar M og Brúnar með sigur picki, ná Green Kachu og Fes. Hins vegar nær Auddi Vinnest en mér sýnist hrútarnir vera að taka fyrsta fætt.
Já, mér finnst þetta vera mjög góður fight, sérstaklega hjá Bruna bappinum Já, hjá Hrútum. stór gluggi þarna. Hann var mjög fræðið að chargea upp þennan glugga. Augljóslega að ná að halda ræninu sínum á lífi Já. virkilega lengi. Þannig að ég held að Bruna áalveg skilja MVP í þessu fight, sko. Já, þetta er alveg, ég meina eins og við komum inn á þann, Kings Row er náttúrulega vel þekkt sem svona rush map. Lið sem hafa spilað rush mikið eru náttúrulega í smá svona yfirráði á þessu mappi, þannig að maður veit aldrei hvort að Hrútarnir gæti bara tekið og illa. Hér kemur út Barrage, nær senn. Þetta er nær stönninu. Þetta er risastórt. Já, ég held að Hér kemur út Hænún frá Udda. Það er lampi sem blokkar það. Einar M-epic en mér sýnist kartöflurnar vera að taka þetta. Ender og Uddi eru bara cleaning house. Vinnest er að reyna að koma sér út þarna, nær hann út. Já, hann kemst út með, hvað, halvt 1 HP bara. Já, líklegast. En þarna sáum við það sama, að Chris fór þarna á flankið Já, á förinni. þetta var gott flank. Þetta var fínt flank, en hann tímasetti þetta soldið illa. Já. Beið ekki nógu svona, hvað ég segja, vel eftir Krýnum. Þú veist, hann fylgdist meira með Sen heldur en Krý, í staðan fyrir að pæli því að Krý væri með stönn hjá sér og gæti tekið hann úr Þess vegna held ég að hann hefði verið átt að vera lengra uppi. Já, það hefði verið miklu sniður held ég líka að vera aðeins herra af því að á förur strax og kemur nær þannig er Krý að fara að ná að stönna þig og það er bara búið spil. Sjáum við að fætirinn byrjar aftur, kemur út Risa Diopon frá Einarem, nær hann einhverjum. Nei, hér kemur út Trans líka frá Green Katsu og Diopon hinum megin en nær engum. Það eru hins vegar bara Lamp bara að koma út báðum megin, Chris með pick og Fes líka og Ender nær Einari M. Þeir Shocked OV nær að ressa Brúnar. Þetta er ennþá í gangi þessi fætt og hér kemur Risa Shatter hérna hjá, nær ekki neinum. Þetta er Fes nær Gods en mér sýnist Hrútar vera svona smá með yfirhöndina. Bryggjuliðið sem sagði nær Vínest. Það er eiginlega spurning bara hvernig þetta er að fara, það er eiginlega bara í báðum áttum. Nú eru kartöflurnar svolítið að ná yfirhöndinni hérna. Þeir eru samt ennþá inn í þessu samt Hrútarnir og Fes nær hérna Shocked OV sem fellur. Þetta er bara tankarnir hjá Hrútum sem eru á punktinum. Gods nær Bryggjuliðs og Brúnar nær Gutix. Hvaða leið er þetta að fara? Spyr ég bara. Bæði liðana í picks. Mér finnst þetta að vera bara út allt þessi fight. Þú veist, það er bara... Ég held að þetta kom inn á þess að við töluðum áðan með Lucio-in. Hvorugt liðið er með Lucio. Þau eru rosalega stationary hitirnar hjá þeim og þeir eru svona svolítið að splitta upp í miðjum fight sem endar með því að það eru picks á báðum hliðum. Já. Þannig ég einhvern veginn svona maður á erfitt með átt að sjá því hvernig þeir ætla sér að spila þetta og hvort þeir eru með eitthvað plan í gegnum þetta. En við sjáum hérna að Chris er kominn aftur með Barrage, hann er að bíða hérna hátt uppi. Nú kemur það örugglega fljótlega, hann þarf að bíða eftir þessi defense matrix, hann þarf að passa sig á því. Gutix er líklegast með nóg af defense matrixinu. Hér kemur stórt pick, Vínest vinnur Tracer duelið. Brúnar nær með ekki nóg Gutix og Chris er bara að spamma þinn. Mér sýnist þetta bara að vera clean up hérna hjá förunni hjá þeim. Hrútar eru komin áfram. Það eru 2 checkpoints hjá þeim. Þeir eru með 3 mínútur og 45 sekúndur á klukkunni. Þetta lítur bara virkilega vel út hjá þeim. Já, þeir eru líka bara með gott ult-charge myndi ég. Þú veist, þeir eru komið Diva-bomb, þeir eru komið Shatter, þeir eru komið Pulse, þeir eru komið, þú veist, Barrage. Og með það, ef að Chris nær góður Barrage þá náttúrulega fær Shocked OV líklega, Valkyrie líka mjög fljótt. Já, og þú veist, á meðan Ender kartöflur eru bara með Shatter. Og hér kemur Slam en Vínest nær pickinu hjá Enderdad. Hér kemur Diva-bomb nær Bryggjuliðs líka. Mér sýnist Hrútarnir bara að vera að valta svolítið yfir þá. Chris nær Gutix, frábær á förunni í þessum leik. Þeir eru komnir á föru líka hins vegar en Uddi er pikkaður. Þetta er svolítið erfitt. Mér sýnist Einar M vera að fara að ná Green Katsu, já. Og nú er þetta eiginlega bara spurning hvenær náður þessu. Það er 0,02 metrar eftir. Mér sýnist bara Hrútarnir vera að taka þetta. Fes eins og með frábært pick á Brúnar. Náðu þeir að testa eitthvað mikið lengur. Fes með annað pick á Gods. Þetta er Fes bara að fara að bjarga þessu eða? Það er 0,02 metrar eftir. Hér kemur Diva-bomb. Nær hins vegar Shocked OV. Eru þeir ennþá inn í þessu kartöflurnar? Mér sýnist þeir svona svolítið vera að ná að lifa þetta af og Hrútarnir þurfi mögulega að bakka svolítið út. Þeir eru ennþá að kontesta. Ég trúi því ekki að kartöflurnar sé að ná að halda þessu með 0,02 metrar eftir. Mér finnst þetta geggjað. Þetta var vel spilað. Þetta var mjög vel spilað, sérstaklega hjá Fes. Þú veist, hann fekk þessi 2 picks og... Töluðum þetta áðan, hann er frábær DPS-spilari. Stórt að fá hann þarna inn fyrir kartöflurnar. En mér finnst þess að Chris sé eiginlega bara að frífalma kartöflur. Já, hann er náttúrulega bara búinn að vera með núna, 2-3 Barrages. Er náttúrulega bara að spamma með damage boostinu yfir í baklínunni hjá þeim. Og ég væri til í að sjá Gutix aðeins fylgjast meira með honum og setja meiri pressu á hann og miðað við hvað Einar M er að gera við Udda. Hér sjáum við hins vegar fara duelið, fer í vil kartöfluna, Uddi nær þarna
Chris niður af förinni. Svo þegar kemur út lampi frá hrútunum og Gods fellur líka. Nú þurfa hrútar svolítið að recovera og reyna að koma með eitthvað annað. Þetta ekki alveg að ganga þeim í þessum fætt. Ég væri nú til í að Chris myndi mögulega skipta. Af því að við sjáum hér að Auddi er nálgast bara Arch. Þeir eru svolítið erfitt með að pússa inn af því að Chris er svolítið fókusaður. Bara í byrjun. Já, hann er svona, ég veit ekki, ég er svona 50-50 á því. Já. Þú veist, hann er að vera fókusaður en hann er líka að gera svo mikið Hann gerir mikið, sko. Þú veist, hann er fókusaður. Þannig að ég er svona, ég er ekki alveg viss. Nei, mér finnst það áhugavert að þeir setja Shocked Ovi mitt bara á Mercy í þessi tímgóti. Ég sjáu við að Endertat fellur þegar hann notar Mines. Einar M með gott pick, þeir eru búinir að klíra þetta vinstri hliðina. Veit ekki alveg hvað þessi lampa átt að gera, en þú veist, fair play, hann held að reyninu sínum að lífi. Við sjáum hérna að Gods er að setja pressu á Peiloti. Auddi nær frábæru picki á Brúnar. Þetta er risastórt fyrir þá. Þetta eru bara picks fyrir þá. Þetta var gott follow, þú veist, Díma var eiginlega ekki að fylgjast með föðunni nóg mikið. Þetta var vel spilað hjá Audda. Þú veist, hann skipti yfir á föðunni eiginlega til þess að countera svolítið Chris. Búinn að gera það frábærlega. Já, en mér finnst það mjög skrítið samt að Núna gleypti ég hvað ég ætla að segja. Já, en nú sjáu þið samt eitt á skjánum hjá okkur. Góðir áhorfendur. Það eru 4 ultimates kartöflamegin og það eru næstu í 6 hrútamegin og 20 og eitthvað sekundur eftir á klukkunni. Við erum að fá enn annan ultimate fight í lokin. Hér kemur Divabomb, nær engum, Einar M með Divabombi. Hér kemur Hænún. Þetta er náttúrulega bara fes. Þetta er fes í sínu essi með 2 picks úr Hænún. Mér sýnist þetta vera að fara kartöflum í vil. Auddi með annað pick, Endertat nær Brúnar. Auddi fellur, Shocked Ovi, Gods og Vínest. Þetta er bara clean up. Kartöflur ná að halda hérna. Þetta er bara fes. Já, þetta er bara fes, þú veist, hann bókstaflega bara keðja hann á fight. Ég meina, þú veist, eins og ég sagði það. Þetta er náttúrulega bara frábært DPS-spilari. Já. Fes 05, gott fólk, muniði nafnið, þetta var frábært. Hænún í gegnum mynda hjá honum, stoppaði gjörsamlega engageið hjá hérna Hrútum Academy og eins og ég sagði við ykkur á, þeir voru með 6 ultimates í Hrútum Academy. Mér fannst það mjög skrítið samt að Auddi gat fengið svona mikið value án Mercy pick. Nefnilega. Það er það sem ég ætla að nefna aðan. Það er rosalega áhugavert að Auddi hafi einhvern veginn lifað svona lengi. Já, þú veist, mér fannst eins og við værum meira að fókusa á Chris frá kartöflum heldur en að Frúti hafi fókusað á Audda. Einmitt, það er líka sko eins og ég sagði á hann, þú veist, þeir voru með 6 ultimates í Hrútum. Þú veist, þeir gáttu að nota 6 ultimates á meðan kartöflu eins og ég segi, jú, 4 ultimates en 2 færri. Já. Mér finnst þess að Hrútar hefði getið gert þetta mun betur. Já, ég sammálaði, sko. Hefði skipuleggi sig aðeins svona hvaða ult þeir ætluðu að nota. Þeir höfðu nú alveg 30 sekúndur þegar engage var að byrja. Þeir þurftu ekki að drífa sig svona rosalega mikið. Ef þeir hefðu kannski mögulega skipuleggi sig aðeins betur hvaða ult þeir ætluðu að nota og hvenær þeir ætluðu að nota þau. Ég held að þetta hefði getið að henta þeim betur. Af því ég meina þeir eru frábært röstlið. Að því sögðu, hér sjáum við uppstillinguna. Það er breytingar hjá Hrútum Academy. Þeir eru farnir á double shield. Þetta er svolítið mikið spam. Þetta er statement. Ég held að tengarnir hjá kartöflum eigi að hafa eðlileika á móti Frútum. Ég meina þú sér það líka, þeir halda sig við föru Mercy, bæði lið. Já, og síðan Soldier og Soldier, Bap og Rissa og Sigma. Þetta er náttúrulega bara spam komp dauðans. Þeir eru bara að fara að vera stationary væntanlega að róta þetta ef hinn er alltaf rössinni þá. En nú myndi mögulega henda kartöflunum að vera með Lucio. Já, það myndi bjarga þeim. Já, bara auto-takmarkað. Þú sér bara hvar hrútarnir eru að staðsetja sig þetta uppi á high-groundinu fyrir aftan punktinn. Þetta er erfitt fyrir kartöflurnar að pússa þetta inn með Reinhardtinn allavega. Já, ég veit ekki hvernig þeir ætla að gera það. Þeir gætu náttúrulega reynt að þvinga það bara á punktinn. Hrútarnir þurfa að vera með eitthvað plan um hvernig þeir ætla að kontesta þetta því að nú eru þeir bara að ná fyrsta tekinu. Mér sýnist þeir bara að vera að gefa þetta. Kartöflurnar ná fyrsta teki, þá kemur Gods og kontestar en hann er náttúrulega bara orðinn svakalega low. Endertat og Chris með sikkort teki, Fes náttúrulega bara enn og aftur nær Gods. Þessi maður er svakalegur á kastið í hetjunni. Fellur hins vegar fyrir Chris, Endertat nær Chris á móti. Mér sýnist kartöflurnar að vera að ná fyrsta punkti. Það var mjög vel spilað, sko. Auddi er nú aftur. Auddi bara er búinn að standa sig frábærlega bara sínustu mínúti bara. Hann er að spila vel á förin allavega, sko. Já. En ég meina þú sérði þetta þarna að þú veist, Hrútar gáfu kartöflur bara alltaf mikið pláss. Já, þeir gáfu þetta var alltaf mikið pláss sem þeir gáfu. Þetta var bara alltaf mikið. Þeir gáfu þeim allan punktinn, þurftu þá í einhver svona paniki að kontesta til þess að gefa þeim mikið og mikið. En hér eru þeir komnir aftur á rushið, Hrútar Academy. Nú eru þeir með Lucio, Shocked Ovi á Lucio enn og aftur. Ég er ánægður að sjá þetta hjá þeim.
Það er Lucio Pick á förum. Já, ég held að Eiddi hafði verið aðeins aggressív, en hann Þetta fæ var ekki svolítið mikið, en hann fær res. Hér kemur Window út frá þeim og Gods nær Fizz. Þetta er stórt. Nú finnst mér að þeir ættu bara að rössa inn í gegnum þá. Þeir eru konum með pick, en að því sögðu, þetta er Window frá kartöflum líka og þetta er náttúrulega þessi göngarna eru svolítið erfið. Auddi með gott pick og endertall. Eru kartöflurnar að rífa þetta tilbaka? Nú er Auddi á risaflanki þetta á förinni. Hann nær fleiri pickum, það hlýtur eiginlega að vera. Hvað gerir hann hérna? Hann nær Chris, það er rétt, en Vínest nær honum niður á Solskjætum. Þeir eru komnir á double hitscan, hrútarnir. Já, ég held að Auddi hefði átt að balansa þarna. Já, ég er sammála því, sko. Þú veist, það hefði gett fætinn svo létt af því í staðinn fyrir að bara spamma þig. Já, eiginlega. Þeir voru líka 3 squishes þarna. Ef hann hefði notað barragið sitt nógu snemma, þá hefði hann mögulega getað síðan switchað ef hann hefði viljað. Nú þarf hann að halda förinni að minnstakosti þangað til að nota barragið. Hann er á flankinu hérna, ennþá góður tími til þess að barragja. Frábært pick á Brúnar, Auddi með það hérna. Nær hann líka Chris hérna. Og Chris nær að stönna hann og Chris nær pickinu. Þetta var svolítið erfitt hjá Audda, hann fór svolítið langt, en að því sögðu, þetta er ploss sem hann er að búa til og kartöflur eru búin að ná setja punkt. Með 5,5 mínútur á klukkunni. Auddi bjóð til hann ploss og þið gátt ekki toucha. Þú veist, hann tók líka bappinn út úr fætinum. Nú sjáum við líka hérna að hrútarnir eru með 4 ultimates og eru að nálgast 5. hérna. Kartöflurnar eru með 3 og eru svona að slefa upp í slammi. En það verður gaman að sjá hvernig kartöflurnar ætlar að setja þetta upp af því að þeir eru með alveg slattafótum. Chris nær frábæri pickja á Audda sem er í barraginu sínu, fær hins vegar res. Hér kemur slam frá Gods, Auddi nær Vínest á móti. Er Gods að fara að ná að setja pressu á Endertall? Þeir ná pickum hérna. Endertall með shatter, risa shatter. Endertall með líklegast eitt af play of the games hérna. Með 3 picks undir lokin, Guttis og Auddi með clean up. Mér sýnist kartöflurnar að vera að ná þessu. Þeir eru með endalausa pressu hérna og hvað ætla hrútarnir að gera? Þeir eru með 3 ultimates, hér kemur út Visor, Endertall og Guttix að kontesta punktinn, Shocked Ovi hendur í beat líka. Þeir ná að fella 2 hjá þeim, báðir tankarnir hjá kartöflunum eru farnir. Nú þurfa þeir svona nokkurn veginn að bakka út, já, Auddi fellur líka. Það er spurning, þeir notuðu 2 ultimates þarna, ætlu þeir? Ég held að kartöflur er að taka eitt bara dive fight. Já, þeir eru náttúrulega með 4 mínútur á klukkunni, sko. Já, þannig að ég held, sko, ef þið geta fólksað út Window og Hænún, þá geta þið fengið bara, þú veist, þá verður næsti fight bara miklu léttari. Sammála því, líka bara spurningu, þú veist, einmitt með að spila þetta svolítið skipulagt, sko. Fizz reyndar nær dífa með hérna hjá Einarem, Chris fellur líka, enn og aftur Fizz með stönnið, hins vegar nær Endertall að falla þarna, þetta er svolítið erfitt og Guttix líka. Tankarnir hjá kartöflum eru ekki með í þessum fight. Jú, reyndar er Baby Div ennþá þarna, en Fizz heldur áfram going on a rampage þetta og hann kemur með stönu á Baby Divu, náður bappinum líka. Þú veist, þetta er náttúrulega bara Fizz í essinu sínu. Þetta er það sem við erum að tala gott fólk, hann er náttúrulega svakalegur. Hér kemur Endertall aftur inn. Litla rýmekkill! Rýmekkill frá Guttis. Mér sýnist kartöflurnar ná þessu. Og það er búið. Þetta er búið. Kartöflurnar eru komnar 2-0 yfir. Ég held að Guttix sé kallaði The Remake Man, sko. The Remake Man? Já, ég held það, sko. Við sáum alvöru remake from The Remake Man akkurat þarna í þessum leik. Já. Ég stend alveg við það, ég get alveg bakkað upp í því. En þetta er náttúrulega Fizz, þú veist, hann er náttúrulega svakalegur á hitscan-hitjunum. Endertall líka, þú veist, þessi slams hjá honum og picks, þú veist, að geta gert þetta Reinhardt á Kings Row er alltaf svo fallegt. Já, það er ekki. En við erum komin aftur hér í stúdíu hérna í að rýna heimavöll rafíþrótta á Íslandi. Staðan er 2-0 fyrir kartöflum. Já. Nú fá hrútar aftur að velja mapp. Fá ekki að velja væntanlega sömu típu af mappi. Hvað segir þennan leik? Hvernig fannst þér þetta? Mér fannst þetta bara að vera rock solid spilað hjá kartöflum bara. Þið gerðu bara akkurat það sem ég sagði stæði gott. Þeir tóku út Hænún og þeir tóku út Window. Nákvæmlega. Þú veist, Auddi stóð sér mjög vel í þessum leik, Endertall líka. Já. Þannig að ég, kartöflur eiga bara endalaust fara úr við þennan leik, sko. Já, mér fannst líka, sko, ef þú tekur hrútana bara sem dæmi, sko, að ég talaði það áðan með Shocked Ovi, þeir festa hann á Mercy virkilega lengi. Þessi gaur er svo frábæra Lucio að, þú veist, ef þú ert með svona mann á mappi eins og Kings Row og þú ert að runna rush, spilið Lucio. Já, það er must, sko. Þú veist, það virkar hjá þeim og þeir eru að geta unnið teamfighta með hann og Lucio. Af hverju að dífið þetta frá því?
af hverju ekki að halda sig svolítið við það sem þeir þekkja eins og þeir gerðu á fyrsta mappinu á Nepal, halda sig við comfort pickinu og svoleiðis, þú veist. Mér fannst svolítið erfitt að horfa á stundum hann fastur á Mercy. Já, mér finnst líka mjög áhugavert að sjá Fes poppa frá Doom þarna í contesti. Í contestinu þarna á seinasta búindi. Hann fekk alveg 2-3 picks bara á 20 sekundum með eitthvað. Já, ég meina, þú veist, þau söknuðu hans kannski ekki fullkomlega í fyrsta leiknum en það kemur alveg í ljós að hann aðalmaðurinn í þeirra liði á DPS-inu og hann svona, þú veist, hann risa leikmaður fyrir þá og hann hefur verið í þessu liði eins og endurtækt frá stofnun liðsins og þú veist, maður veit alveg hvað hann getur. Já. Og maður þekkir hennar leikmann og hefur síðan gerað þetta áður og það einhvern veginn hann og endurtækt voru bara svakalegir í þessum leik. Já, ég sammála. Ég myndi alveg gefa þeim allavega mikil hrós fyrir þeirra frammistöðu og á móti var náttúrulega Uddi frábær þegar hann kom yfir á föruna að kontesta Chris. Chris var búinn að spila rosalega vel á föru sem kom Uddi og hann eiginlega bara slökkt á hann. Já, ég eiginlega mjög samanlega, sko. Ég held að Chris hefði þetta bara að svissa eftir að vera bara rúllað af Udda. Já, því meina þeir fóru náttúrulega á double hit þarna á defensinu í smá tíma og fóru þá á Lucio. En ég hugsaði bara svona strax með mér, þú veist, af hverju ekki bara vinna með Lucio eins og þið viti að þessi leikmaður góður á Lucio, Shocked Ovi. Já. Og þá bara hafa mögulega 2 hitskans þess að díla við Udda af því að, þú veist, Fes nær svo litlu value, þú veist, ef hann svona langt frá okkur. Já. Þannig að, þú veist, ef að þú ert með leikmann sem góður á til dæmis Lucio, halda honum á því. Já, þú veist, ég held að Mercy hafi líka bara verið, þú veist, mjög gott fyrir, þú veist, með því að pocketa Kree. Þú veist, það var miklu léttara að díla við föðuna, Soldier líka, þú veist. Ég held að það hefði þetta að fókusa meira á Udda heldur en að fókusa á frontlínuna. Já, ég sammálaður og líka bara, þú veist, við sáum þetta Gods og Endurtækt voru þarna að rænduela, hefði getað farið báðar leiðir, spiluðu báðir mjög vel, Einar M og Guttix líka á dífunni, þú veist, ég bara geti ekki sagt að þeir hafi spilað illa hvorugir. Það var eiginlega svona DPS-arnir sem ég hefði viljað sjá switcha hjá Hrútum, ánægði með DPS-arna hjá Kartöflum í svona leik Uddi og Fes náttúrulega bara spiluðu frábærlega og eins og ég segi með supportana, þú veist, þú verður að stuðla að styrkleikum leikmannana þarna. Svolítið velja út frá því að því við vitum alveg hvað Hrútar Akademi geta gert þeir eru komnir á Lucio-rössið. Þú veist, þeir eru svakalegir með þetta. Þannig að, en við fengum þau skilaboð að það komið næsta map. Það búið að velja Junkertown. Junkertown, sko. Það verður áhugavert. Ætli þeir force rush á Junkertown? Sko, ef þið gera það, þá það fucking... Það er erfitt, sko. Lélegt, já, það er erfitt, sko. Við vitum nú alveg... Það bara, þú veist... Rush á Junkertown bara auðvitað lélegasta kompi á þessu mappi. Já, alveg mögulega, sko. Ég myndi bara taka flest annað en það, sko. Ég myndi að þeir fóru náttúrulega double shield þarna á fyrsta punktu á Kings Row. Þeir gætu náttúrulega hendi það á Junkertown. Já, en þá eru þeir náttúrulega svo mikið að treysta á spammið og long range fætana. Og sér veit maður aldrei hvað kartaflöfna getur að ná móti því. Ég held að double shield væri besta kompi fyrir þetta map. Já, ég svolítið sammálaður, sko, og Risa Sigma rosalega powerful á Junkertown. Og ég meina að því sögðu, ef þeir vinna með Hog líka með Risunni, gæti alveg virkað. Ef þeir eru með bolta, gæti líka virkað, skilur við. Það eiginlega eina sem þú vilt ekki vera að vinna með á Junkertown yfirleitt rush. Það svo rosalega erfitt að komast nálægt andstæðingnum sem að getur tekið þessa fjarlægð mjög alvarlega og eiginlega svona svolítið unnið með það að, þú veist, bara vera lengst í burtu. Þú veist, ef þú ert með rush til dæmis á attack á Junkertown og þú veist, þá gætir þú mögulega náð að komast nær óvinnuliðinu til þess að gera eitthvað svona bardaga úr því en strax þú ert á defense, þú veist, það er erfitt að vinna með það. Jú, spawnkampið, en það er ekki mikið meira sem þú getur gert á defense á Junkertown á rushinu. Já, ég líka, þú veist, Sigma Ball, þú veist, það er líka mjög gott á þessu mappi. Þú veist, og þú veist, það er mjög solid á second og third point. Fyrsta mappið er svona aðeins iffy fyrir Ball. Nákvæmlega. En ég held að það sé svona bestu 2 kompin fyrir þetta mapp. Já, ég er mjög sammálaður þar, sko. Ég líka hugsaði með mér, sko, ef þeir spila Ball Sig og eru svolítið splitt, láta Sigma halda svona sínu svæði, til dæmis kannski á high ground eða eitthvað svoleiðis og leyfa boltanum bara svona vera mjög pirrandi í baklínunni, rúlla bara í gegnum þá og svoleiðis og vinna þá mögulega með eitthvað eins og Brick Sen eða svoleiðis. Bara passa upp á hvern annan í hópum, ekki vera allir bara ofan í hver öðrum
að því sögðu þá erum við klári í næsta leik. Það Junkertown, staðan 2-0 fyrir Kartöflum. Þetta það sem ég vil sjá. Þetta það sem við viljum sjá. Fes kominn á Widowmaker. Það sem við töluðum einmitt í dag. Hann svakalegur á long range hitscan hetjunum. Að því sögðu, það eitt áhugaður til Hrútar Academy. Þeir eru á farmu síðan þá. Úff, það getur verið mjög iffy fyrir Kartöflum að taka niður. Já, af því að þeir þurfa bara núna að treysta 100% á Discord frá Greenkachu og frábær skot frá Audda eða Fes. Já, þú veist, þeir eða á double sniper, þú veist. Þeir geta þetta. Þeir geta, en Chris ætti að vera frí farmað eiginlega. Já, hann náttúrulega með smá advantage þarna, hann getur falið sig rosalega vel og hérna, það sko eins mikið þeir geta gert það, þá náttúrulega erfitt að gera það. Já. Þú veist, að hitta öllum þessum skotum. En við erum komin hérna á Junkertown, við sjáum að liðin að stilla upp svona mjög svipuðu sniði. Einar M á Sigma, Gottsá á Rissu, Bessi á Krieg, Chris á Föru, Brúnar á Baptiste og Shocked Ovi á Mercy. Ég held að bæði liðin séu með ákveðið gott spam. Já, nefnilega sko. Þeir Frútar með Föru og þú veist, hún bara verið að pocketið bara döðlu. Já, við sjáum það einmitt að Kartöflur að stilla því sama, endur þetta á Sigma og Guttix á Rissu eins og hjá Hrútum. Þeir eru með Baptiste líka, en... Já, meðan þú veist, Kartöflur á Sen, eitt á Hansó og Greenkachu á Sen og eitt á Hansó meitt ég. Og síðan alltaf uppáldið okkar, það Fes á Widow. Við elskum að sjá Widow í þessu móti. Það alltaf gaman að sjá hana koma út. Spurning hvort hann nái einhverjum pikkum hana. Þetta svolítið svona bara spam og menna að pikki hvern annan og svona reyna að pirra hitt liðið. Þú sér þetta að ef þú hittir ekki headshotið, þá þetta erfitt. En hér kemur einmitt eitt headshot. Það eru risa picks frá Kartöflunum. Þeir að ná að stoppa þetta hjá Hrútunum. Hrútarnir ekki alveg að ná að halda sér á liði nógu lengi á meðan að spammið svona mikið hjá Kartöflunum. Þannig að þeir vinna bara fyrsta fight með því að Auddi bara poppar off á Hansó. Já, þú veist, Auddi bara búinn að standa sér mjög vel bara í þessum tveim leikjum sem við erum búin að sjá núna. Já, líka bara, þú veist, hann búinn að vera rosalega sýnilegur, killfeedin og svoleiðis. Og þó að maður kannski viti hversu góður Fes það má ekki taka af Audda heldur. Já, frábær DPS-leikmaður líka. Þú veist, við sjáum hérna, hann að kontesta Chris hérna á förinni sem vinstra megin. Það spurning hvort hann pussi eitthvað inn mikið hraðar. Sjáum að Chris að setja pressu neði í baklínunni á Kartöflum. Kemur út lampi frá Hrútar Academy. Spurning fyrir hvað, en Gotts fellur. Þetta var nú svolítið erfitt. Nota lampan svona snemma, kemur út dreki og þeir bara allir fallið. Já, mér fannst þetta að vera óþarfa flöggsamt hjá Enderthat. Enderthat eiginlega svolítið að kasta frá sér flöggsinu sínu, en að því sögðu þá eru þeir nú ennþá með 2 ultimates og eru að fá 3. í bongo hjá Rissunni. Kartöflur ekkert í slæmi stöðu núna, en Akademían hjá Hrútum komin með 2 ultimates og að nálgast í 3 í viðbót. Þannig að, þú veist, Fes, við þurfum ekki að segja mikið annað. Þetta bara Fes, hann hittir frábært headshot, nær Chris, þetta akkurat það sem við töluðum Það erfitt að treysta á þetta, en ef hann getur þetta, af hverju ekki? Enn og aftur, annað headshot. Fes að leika sér litla jumpshotið. Þú veist, þetta að sér að tala um. Þessi leikmaður svakalegur, hann að hitta svo vel á Widow akkurat núna og við elskum að sjá það. Við elskum það. Maður séð ekki oft Widow vel að díla við fyrir svona easily. Nei, þetta nefnilega ekkert auðveldasti hlutur í heimi, sérstaklega í svona almenna pikarnum í keppnum og svoleiðis. Það sem að liði almennt skipulaðari og erfiðari, þá þetta ekkert gefins. Mér finnst líka mjög áhugavert að þeir komin á, Line Lucio Doom. Já, þeir basically bara að vinna með Russi núna. Bessi nær Fes. Gæti þetta reynst þeim stórt. Chris að leggja pressu hérna á. Bringiliðs hins vegar með risa glugga. Nær 2 pikkum hérna. Við elskum að sjá þetta Baptiste play. Og Greenkachu nær Bessa líka. Þetta ekki alveg að ganga hérna hjá Hrútar Academy. Þetta svolítið erfitt hjá þeim. Kartöflurnar bara svo rosalega góð liðseild að þetta að virka svo vel fyrir þá. Sjáum við að þeir bara að pressa á Hrútana og nú Hrútarnir bara svolítið að falla. Þeir að snowballa sig svolítið. Sjáum að Shocked Ovi má ekki falla. Spurning hvað planið á Chris var þarna Doomfist. Það 14-13 sekundur eftir. Ég veit ekki af hverju þeir að rusha svona inn. Það spurning hvað planið nú kemur gluggi hérna út og það kemur dreki. Ná þeir að snerta, mér sýnist nefnilega ekki. Massive Flux. Þetta Massive Flux, hann nær hins vegar kontestinu en þetta ekki að líta rosalega vel út fyrir Hrútar Academy. Þetta var erfitt. Já. Þráinn,
Ég veit það ekki, ég var alveg ekki sáttur með þetta Doom-pick. Nei, sko, það sem ég hugsaði mest bara mér finnst eins og þeir sé ekki spila nógu mikið sem lið. Nei, þú veist, ég alveg sammálaði, sko. Þeir hefur bara að spila sín eigin leik. Þeir eru svolítið einblíðina að þeir sé að fara að gera eitthvað flott eða eitthvað gott sjálfur í staðinn fyrir að treysta á að vinna fætana saman sem eru augljóslega sem kartöflurnar eru að gera, sko. En ég minna, þú veist, að því sögðu, þetta eru náttúrulega frábæri leikmenn í Hrútar Akademíu, þeir geta þetta alveg, þeir hafa unnið fæta í þessari viðureign alveg jafn mikið þannig séu kartöflurnar. Það bara þetta ekstra sem kartöflurnar hafa fram yfir Hrútana, þú veist, á svona hlutum, svo team comps, synergy, communication og hvenær þið ætlaði að engagea. Sýndist Hrútandi fara svolítið einir inn í einu, snowballuðu sér svolítið lengi, sem þeir þurftu í raun og veru ekkert að gera. Já, mér finnst líka mjög skrítið að sissa úr double shield kompuni. Já. Og fara á, þú veist, line Það áhugavert, sko. sem meikar ekki sens. Þetta gekk aldrei ekkert svo rosalega illa hjá þeim þegar þeir voru á double shield, sko. Þeir Nei, voru alveg ennþá með rúmlega 2 mínútur í bankanum þegar þeir skiptið yfir. Ég veit ekki hvort þeir hugsuðu með sér að þeir gætu bara hlaupið í gegnum það og unnið snöggan fight og átt á fullt af tíma inni. Ég held líka að tenkarnir hjá Fruitum hefði átt að spila meira aggressiv. Bara, þú veist, bara aðeins lengra fyrir chokið og þú veist, þá getur einu að byrja að frífarma og... Gott var svolítið týndur á stundum á tímapunkti og Einar ekki alveg kannski í nálættunum í öllum svona engagements hjá honum og það náttúrulega svolítið erfitt að vera með eintanki og þú ert ekki með oftanki við hliðina þér. En við sjáum að þeir fara á double shield hérna á defense og að reyna að mirrora það. Shocked Ovi kominn á Sennin, Chris á Hanzo og Bessi á Soldier. Annars þetta bara svipað og þeir voru að vinna með í byrjun. Já, það sko, þeir eru á miklu spammi Fruitað, þeir eru á 76 og þeir eru á Hanzo og þeir eru á Senn líka. Sýnir sér gott fyrsta pikki á Bessa hérna. Já. Og Fes! Og Fes, skilurðu, þú veist, þetta það sem við erum að tala um. Þessi maður svakalegur, hann heldur sér bara á Widowinni. Það áhugavert hins vegar að sjá Öddi komin á Ashe, ekki með Mercy með sér. Ég held að Einar eigi eiginlega að skilda meira Widowina. Já, hann bara svolítið að verta sjálfan sig þarna. Ekki svolítið að þarna þetta bara að falla. Mér sýnist kartöflurnar bara vera að klára þetta hérna. Öddi og Bringulis með second picki, gott pull þarna á alla í liðinu. Þeir eru bara að falla eins og flugur hérna. Green Katsu bara popping off. Nú þetta bara Sigma eftir. Það búið. Já, þetta er búið. Þetta bara... Þetta reynslan. Þetta eiginlega bara spamdif, eiginlega. Já. Mér finnst það skína svolítið akkúrat í þessari viðurkenni hjá þeim að reynslan að reynast í kartöflum rosalega mikilvæg. Þeir vita hvað virkar og þeir ekkert að stressa sig yfir einhverjum svona litlum hlutum og þeir þurfa ekki að hafa mikið fyrir því að spila saman. Já. Þeir bara lið hvort sem og þá geta þeir farið að spá í einstaklingsframtökum á meðan að Hrútar svolítið bara hópur af einstaklingum ennþá. Ég held líka að kartöflur voru með að fókusa á, sama targetið, þannig að... Já. Þetta líka, eins og við komum inn á fyrir leik, það erfitt að koma sem nýliðin í þessa deild. Við getum náttúrulega ekkert tekið af Hrútum Akademíunni, þeir spiluðu frábærlega á fyrstu 2 möppinu fannst mér. Það var svolítið erfitt á Junkertown og þeir voru svona svolítið farnir að leika sér og spila eitthvað sem að þeir ættu að vita að var ekki besta sem þeir gátu valið. Já. En að því sögðu á Kings Row til dæmis, ég hafði vonir fyrir það þar, þeir spiluðu ágætlega á Kings Row og héldu alveg í við kartöflurnar á rush svona contestinu. Það eiginlega bara þegar það komið þeir spila eitthvað annað, þá voru kartöflurnar svolítið með yfirhöndina. Þannig að það spurning hvort að Hrútar þurfi ekki bara að æfa eins betur önnur teamcoms. Ég held að Fruitað eigi að horfa á þennan leik, meira og skrimma meira, votta þennan leik, sjá hvað ég gerði langt, sjá hvað ég gerði rétt. Einmitt. Ég eiginlega frekar ósáttur með þennan leik hjá Fruitum. Já, þetta var rosalega erfitt, sérstaklega þarna undir lokin sko, en eins og ég segi sko, ég svolítið sammálaður með eitt. Maður ekkert rosalega sáttur að sjá lið spila svona eins og þeir spiluðu á Junkertown. Já. Þetta var svolítið erfitt að horfa á það því að þeir voru svolítið svona bara byrjar að gera eitthvað. Já. Það var ekkert plan hjá þeim, ekkert skipulag. Já, það bara, það sátt að horfa á þetta, eiginlega. Já, þetta var svolítið erfitt en eins og ég segi, það náttúrulega erfitt að koma sér nýliðin í þessa deild. Þeir voru 2-0 undir, kannski voru þeir bara mögulega að prófa sig áfram og reyna að prófa eitthvað nýtt. Að geta þeir náttúrulega fóru á double shield þarna og voru ekkert rosalega vanir í endilega að spila þetta teamcomp. En þeir reyndu og við getum alveg gefið þeim hrós fyrir það og þökkum bara fyrir þessa frammistöðu í dag þó að þetta hafi ekki endað betur en þetta. Já. Að því sögðu þá erum við bara að fara að sækja fólk í viðtal. Ég held að fyrsti í viðtal verði Fes 05 í kartöflun. Fyrsti og eini í viðtal. Þannig að við, hvað ég var að segja, hann sé MVP
Junkertown? Já, hann á alveg skilið MVP í Junkertown, sko. Elskum að sjá Widow, elskum að sjá þessi headshot og þetta jump shot, úff. Það er lítið sem við sjáum Widow að púla í almenna byggarnum. Ég vissi það var frábært, sko. Lani. Já. Hann hefur náttúrulega púlað Widow mikið í season 1. Nákvæmlega. Ekki mikið gert það síðan samt? Nei, season 2, þá held ég, það var alltaf mjög lítið spilað hana. Já, maður sá svona að það var Mundi og Snorlax reyndu eitthvað svona, en það var eiginlega mest bara upp á kannski að dúela á einhverjum ákveðnum möppum. Já. En Widow náttúrulega hefur ekkert verið endilega sjúklega viable í öllum teamcomp sem eru metta í dag. Og við sáum það bara eins og með Russi til dæmis, þú veist. Það er erfitt að spila til dæmis Widow og taka úr á Russa, því þá eru þið bara 5 í Russinu og hitlið yfirleitt valtar yfir þig. En þú veist, við sáum það þarna þegar við vorum að double shield með spammið. Já. Hann var bara frýr. Það var eiginlega ekkert sem þeir gátu gert í honum. Það var enginn á honum. Nei, nei. Chris reyndi, en virkaði ekki. Þannig að hérna, já, en þá er bara spurning að fá Fes í viðtal núna til okkar. Hvað segirðu? Já, klárir. Góðið sæll að blessa þér. Daginn, það er kvöldið. Já, hvað segir hann þá? Ég segi Brotlind. Það ekki? Jú. Hvað þú varst ekki með á fyrsta mappi. Nei. Komst inn á Kings Row og síðan á Junkertown í lokin. Já. Á hverju fórstu Widow? Þú verður að segja mér það. Það er Junkertown með þér. Yes! Það er Widow mappið. Ánægður með því maður. Það má ekkert annað. Töluðum það heil lengi sko, við vorum svo hrikalánaðir að sjá þig velja Widow þarna. Völduð þið sem svona eiginlega MVP fyrir Junkertown. Þannig að þetta var eiginlega bara, þú veist, það var bara frábærlega að spila hjá okkur. Bara til hamingju með sigurinn. Takk fyrir. Ef þú þyrftið að velja einhvern svona MVP hjá ykkur, hvern myndið þið velja? Hjá okkur? Já. Það endur þetta bara grjótarður Ryan. Er það ekki? Hann alveg bara var peak performance á Kings Row. Einmitt. Alveg stútaðinn bara. Já, við sáum hann einhver stór shatters og þetta bara, þessi drengur þegar hann spila Reinhardt, það mætti stundum halda hann sé yfir Grandmaster sko. Já. Það er svakalegt. Það er. En þið farið með 3-0 sigur á Hólmi. Fyrsti leikurinn ykkar í mótinu, þeir voru búnir náttúrulega að spila eitt leik Hrútar Academy sem þeir hins vegar töpuðu líka því miður. Nú byrjiði mótið mjög sterkt, 3-0. Hvernig er mótið að leggjast í ykkur svona eftir þessa frammistöðu? Bara mjög vel. Er það ekki? Jú, það er bara allir pepp fyrir þessu. Já, það er mikill metnaður í hópnum og þið eru búin að æfa mikið og búin að fá góða þjálfun og svona og eru búin að hugsa mikið hvernig þið eru að spila þetta. Við sáum að þið voru rosalega skipulagðir á Junkertown, sérstaklega þegar þið voru að vinna með double shield og svoleiðis. Og gaman að sjá einmitt sko, það voru eiginlega allir að skína í þessu hjá okkur. Green Katsu var svakalegur á Zenyatta, Brinkilius geggjaður á Baptiste, Ender svakalegur, þú á Widow bara, ég skilir þetta ekki, Öddi á hans, það voru allir frábærir. Já. Þannig að er eitthvað svona sem stóð upp úr annars af ykkur alveg? Bara öll flottu shatterinn hjá Endertat á Kings Row sko, það var alveg stóð út bara. Já, ánægði með krediti sem þið eruð að gefa Endertat, hann er náttúrulega frábær einspilari og svoleiðis, en annars ertu með eitthvað shoutout eða eitthvað svona sem þú vilt koma á framfæri eða eitthvað þannig? Bara shoutout á Fylki fyrir að gefa okkur, kartöflu var ekki til að það var ekki fyrir Fylki. Nei, nákvæmlega, það væri ekkert að okkar að spila. Frábært samstarf og að spila undir nafninu Fylki á alveg íþróttafélag og svoleiðis og fallið treyja sig úr í og þannig svona representing. Mertur á bakinu og allt. Já, geðveik treyja sko, Fes 05. Nákvæmlega. En já, þá allavega bara þökkum við þér kærlega fyrir að koma í viðtal og endilega til hamingju með sigurinn og bara gangi ykkur vel í næsta leikinn. Takk fyrir. Yes. En já, við minnum fólk aftur á það að næsti leikur hjá okkur verður klukkan 8 í kvöld. Það er leikur Exi eSports og Silfur Mosfellsbæjar. Gott fólk, það verður svakaleg framistæði í þeim leik, við getum nánast lofað ykkur því. Exi, Silfur, verður þetta ekki gaman? Ég held þetta verður áhugavert, sko. Já, ég er spenntur, sko. Spennandi, við gætum séð mikið. Já, ég minna á miðað hvernig leikirnir hafa farið í deildinni hingað til, maður veit aldrei hvernig þetta fer. Já, ég er spennt fyrir honum. Já, ég held að þetta verði alltaf alvöru leikur hjá þeim og alltaf frábæri leikmenn í báðum liðum og svoleiðis. Ég get ekki búist í neinu öðru heldur en alvöru leik. Já. Við erum hérna í Arína, heimavöllur rafíþrótta á Íslandi, við verðum að fá alvöru framistöðu. Já. Það er eiginlega ekkert annað í boði. Ég vil sjá spenning, ég vil ekki sjá,
Steamroll 0-3 leik. Nei, einmitt. Þú veist. En hérna, við getum náttúrulega talað um það. Þetta er náttúrulega þriðja tímabilið í almenna bikarnum. Já. Nú erum við á þriðja tímabilinu okkar, pluss náttúrulega þetta helgamót sem var í fyrra. Mhm. Þessi lið bæði, Exi og Silfur, hafa verið náttúrulega í keppninu bara frá stofnun þess. Já. Alveg eins og náttúrulega kartöflur í þessum leik hérna hjá okkur núna klukkan 6. Mhm. Þannig að það er alltaf gaman að sjá einmitt svona lið sem hafa verið bara frá byrjun koma í streymið beint live með alvöru framistuð. Já, það Þannig að- verður gaman. Þú veist, sama hvernig þetta fer, við væntanlega vonum bara eftir alvöru leik. Já, ég hlakka til að sjá hann. Er það ekki?